Ívar hér, Flugsmiðjunni, og eru velkomin á Rásina. Þetta skipti ætla ég að gera vídeo eða myndband vegna þess að það barst fyrirspurn það hvernig ætti að vinna með ákveðnar fjaðrir og þá sérstaklega marabú. Og ég ætla að sýna ykkur þá munin á marabúfjöðrunum svona í grunninn hvað við erum að tala um. Við erum með risastóran öngul í væsnum núna. Þetta er öngul nummer 2. Afgamall og ekkert af honum. Fítið sinns brúks. En svona önglastar er ekki sennilega mikið notaðar hérna á Íslandi. Þetta er samt það er að hægt að nota þetta. Við áttum að nýta flug á öngul nummer 2. En munurinn á marabúfjöðrunum er fyrst og fremst sá að við erum annarkvort að tala um heilar fjaðrir, svona plumes. Við sjáum pakkan hérna, hann er dálítið langur. Eða við erum að tala um strang. Þegar sem ég sjáðu hér, pakkin af þeim er miklu styttri. Enda eru strang fjaðrirnar miklu styttri. Og hér erum við með sem dæmi plúm fjöður, sem er heil fjöður alveg. Á móti strang fjöður sem er hérna. Og þið sjáu alveg munin. Það munar töluvert á þessu og munurinn á þessu er aðalega sá að þetta er af öðrum stað á fuglinum og ströngin er sem sé ég ætla að gera black ghost fyrir ykkur og við ætlum að byrja á því að nota plumes í skottið á henni og setjum svo ströng í vænginn og þá sjáum við mismunin á hvaða aðferð ég er að nota. En til þess að sýna ykkur sem sé munin á þessu tvennu, hvernig ég vinn með þetta, þá er ströngin sem dæmi venjulega notaði bara sem heil fjöður og bundin bara niður alveg. Meðan plumes eða allar fjaðrirnar eru notaði til þess að klippa hluta af þeim eða slíkt. Það er náttúrulega hægt að nota sem sé að brjóta þær svona saman og nota þær en það verður aðeins öðruvísi heldur en þegar ströng er að ræða. En svona plúmsfjaðrir heilar, ég ætla bara að sýna ykkur það. Ég tek svona, ef ég ætla að taka í skott á þessari flugu, þá myndi ég gera það svona. Klippum bara hluta af þessu einu, það er algjör óþarfi að taka mikið í einu og þá er þetta allt orðið laust hérna og leiðilegt og getur farið út allt ef það gerir ekki rétt en þægilegast aðferðin við þetta það er bara einfaldlega að snúa upp á þetta svona og rótina á þessu og þá getið þið lagt þetta frá okkur, þá verður þetta ekki að fara neitt og við skellum þessu á sem skott á þennan black ghost hérna. Þetta verður dálítið funky fluga, það verður mikið í henni en ég er nú fyrst og fremst að nýta hana til þess að sýna ykkur aðferðina með vinnun og efninu en ekki endilega hvort að flugan verði eitthvað sérstaklega veiðin þessi eða ekki. Og ég myndi í þessu tilfelli taka meira í skottið á henni, einfaldlega út af því að marabúin verður eiginlega að engu þegar hann kemur í vatn. Og þá myndum við taka þetta hérna, svona. Klippur þetta upp í stilkin á fjöðrinni, svona, og þá ertu með þetta allt í lausu hérna, hundleiðilegt, fer út allt ef maður passa sig ekki, en þú ætlaði að taka úr þessu lausustu fjaðrir og svo snúðu við aftur upp á þetta sjáði og þá er þetta til friðs. Þetta er fljúandi hérna út allt þessu litlu agnir af þessu og þetta fer út allt, marabúin er bara þannig. Þá festum við hann niður svona. Og eins og ég segi það er hægt að nota sem sé endan á fjörinu og taka hann alltaf saman en ég nota sem sé plúm hlutan eða plúm fjaðrirnar þessar sem eru lengri svona og þá var nota þetta í eitthvað annað á okkur aðra flugu. En þá gerum við bara búkinn á þessu klára og við hraðspólum okkur alveg fram í væng.
Þá erum við komin að því að setja vænginn á fluguna. Ég ætla ekki að vera með neitt jungle-kokka eða neitt á þessu, þetta er bara til þess að sýna ykkur aðferðina. Það er Black Ghost-inn á rásinni í öðru vídeói. En nú ætla ég að sýna ykkur hvernig við vinnum með ströngfjöðruna. Það gerir ég svona. Það er að segja, þú tekur og mælir út svona cirka lengdina sem þú ætlar að hafa á vængnum, sem er þá einhvern veginn svona. Tekur hann, svo er það að taka svona þessar druslufjöðrir í burtu. Svona. Og maður notar heila fjöður í vænginn. Og það er, það fara með tvinnan hérna aftar. Svo fyrir heilu vængur hérna í. Og allt því að hann er teknilega séð ennþá laus, þá getum við dregið hann í rauninni til. Þið sjáið, skiljið hvað ég er að fara. Svona. Og það er mjög gott með marabúana hérna halda í þetta allt hérna með að við erum að vöða þetta niður. Svona. Og svo kemur klippum við þetta sem sé í helst sömu beygju og hérna augað á unglunum eða sama angl, eins og við kallum þetta. Svo er þetta snirta þetta hérna til, þannig að þetta byggja upp á þetta svona sómasamlegan haus á fluguna. Þá gerum við bara hausinn hérna. Og þá er þessi Black Ghost klár með marabúvæng. Við sjáum þetta er glæsileg fluga. Hún lúkkar með þessi betur ykkar megin heldur en mín megin, en það skiptir ekki öllu máli. Aðferðin er sem sé þessi, þetta er mismunurinn á þessum tveim aðferðin sem ég nota í grunninn við marabúan. Það er annars vegar ströng sem eru stuttu fjaðrirnar og plúms sem eru lengri fjaðrirnar. Og maður notar yfirleitt alla ströngfjöðrina meðan maður notar bara hluta úr plúmfjöðrunum. Og þið munið enn og aftur áður en ég hætti að til þess að láta marabúan verða til friðs eins og einhvern svona bita sko sem dæmi, það er að taka hérna í endan á honum og snúa upp á þetta. Þá getur ég lagt þetta frá okkur á þess að þetta fara allt út allt. En við erum góð í bili og ef það er eitthvað fleiri svona aðferðir sem ég viljið að ég sýni, þá bara sendið þið mér tölvupost á flugusmiðjan@gmail.com eða skrifið komment. Það er bara hvort tveggja hægt að náði mig þannig og allar svona fyrirspurnir þær fara á lista og við vinnum úr þessu. Þetta er ekki gert samdægur segja neitt svoleiðis, ég gerir þetta þegar ég hef tími í þetta að sjálfsögðu en það verður öllum svona fyrirspurnir svarað og við reynum að gera okkar besta til þess að sýna aðferðirna við þetta hvernig við nýtum flugur til þessi rás. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst bara hress og kátt í næsta vídeó þegar við endilega setja like á vídeói, við gerast áskrifendur á rásinni og deila vídeóinu sem við viljum. En þangað til næst, bara bless og farið vel með þetta.